Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikurskamt, förum við fréttir vikunar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki. Hingað er komin Anita da Silva Bjarnadóttir sem tilheyrir Róða, ungum sósíalistum, eða ekki? Jú, passar. Grímur Hákonarson, leikstjóri. Já. Grímur Hákonarson. Og Margrét Manda Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Já. Og Hallveig Rúnarsdóttir. Hæ. Má ég biðja ykkur að koma svona aðeins nær borðinu því að svo að mikrofónandi ná þessu betur. Herðu, veit ekki með þessa viku. Það náttúrulega svona, það að fara að byrja flokksþing VG. Ég held að það sé ykkur spenningu fyrir því. Já, þetta náttúrulega mikilvægt fyrir flokkinn þetta þing held ég að velja sér formann og svona. Þú voru það Já, en ég vona að þessi tillega þarna verið samþykkt þarna að stýtast samstarfinu. Ég náttúrulega fyrirrandi var félagi VG alveg frá stofnun og ég sagði mig úr flokknum þarna bara nokkrum dögum eftir að síðasta stjórn var endurnýjuð. 2021. Já, 2021. Það bara Kasta Medicines en ekki if you fool me twice. Já, ég var einn af þeim sem vildi ekki halda áfram í þessu samstarfi og ég var svona í minnihluta. Þannig að en mér var svolítið merkilegt svona hvað voru margir eftir síðustu kosningar í VG sem vildu halda þessu áfram sko. Það var alveg mikill meirihluti sko. Já, annars fórustan Svandís. Já, og líka flokksmenn, bara almennileg flokksmenn sko. Það var svona, þú veist, það voru alveg önnur spil á hendi. Þú hefur alveg hægt að mynda öðruvísi stjórn. Já, varstu í minnihluta? Já, bara sem félagi, bara sem sett í einhverjum umræðum, þú veist, svona almennum umræðum. Er þetta ekki bara eitthvað shell-shock eftir COVID? Ég held að bara verið fegin einhvern veginn að hafi gengið upp með COVID-ið og mig grunar að sé eitthvað svoleiðis. Fólk hafi verið bara pínu. En allavega hafði ég rétt fyrir mér. Það er rétt fyrir þig, hvernig þá? Já, þetta voru mistök að halda áfram í samstarfi. Var það mistök á VG að endurnýja stjórnarsamstarfið 2021? Ja, þú veist, þau eru náttúrulega svo erfiðri stöðu af því að þau stóðu fyrir eitthvað sem þau eru búin að þurfa að gera svo miklar málamiðlanir á í þessu stjórnarsamstarfi. Núna eru þau einhvern veginn að reyna svona backtracka og sópa eins yfir gjörðir þessara ríkisstjórnar með því að gera alls konar ályktanir og ég held að sé virkilega gott fólk þarna innanborðs sem með hugsjónir og hefur ekki verið sátt og einhverjir að skrá sig aftur í flokkinn, einhverjir svona, þú veist, þykir vænt það sem VG stóð fyrir. En þetta skrýpalegt kannski fyrir almenning að einhverju leyti og ég veit ekki hvernig þetta innan sjálfstæðisflokksins en þau tala líka málammiðlanir. Á hvernig þetta benda mig? Ég var einmitt alveg Nei, en þú veist, þetta erfitt fyrir báða flokka að vera núna einhvern veginn að backtracka alla málammiðlanirnar og þurfa einhvern veginn að búa sér til nýtt identity og ég held að verði ekki öðruvísi heldur en að verða einhver endurnýjun innan flokksins og það kom eitthvað nýtt, eitthvað ný andlit, ný nöfn, eitthvað ferskt þarna inn. Ég held að það sé rosalega erfitt að vera með þá sem að hafa staðið fyrir öllum þessum ákvörðunum sem ætla að halda áfram að leiða flokkin. Ég held að það sé ekki séns að það gangi. Nei, ég held að þurfa að hrista allverulega upp, sko. Ég held samt að Svandís eigi alveg eftir að ná partið tilbaka, sko. Ég held að það sé alveg að tæru. Flokkurinn alveg eftir að haldast inni. En hún ekki endurnýjun, ég meina hún... Nei, en hún hefur alltaf haft samt svolítið sérstöðu þarna innanborðs, finnst mér. Hún hefur verið svona svolítið... Ég mikill aðdáandi Svandísar, en ég eiginlega svolítið eins og Grímur, ég aldrei verið flokksbundin nokkuð staðar. Jú, reyndar einu sinni þegar bróðir minn ákvað að skrá mig í Sjálfstæðisflokkinn, þannig að kannski var þetta rétt hjá þeim þegar ég var 18 ára og það tók mér reyndar 15 ára að skrá mig úr honum aftur og maðurinn minn gerði endalaust grína með og ég var alltaf að fá pósta. Kæri ungi Sjálfstæðismaður. Brjáluð, sko. En það annar mál. Ég hef alltaf haft svolítið, hún hefur alltaf allavega hjá mér verið aðeins og öðrum stalli heldur en aðrir hérna innan borð sko vegna þess að hún hefur þó kannski frekar náð að standa með sínum málum heldur en aðrir ráðherrar. Ég alveg sammála því. Já, áttu þá við með gildin hennar hafi svona haldist. Hún náð að halda meira sínu hjá sér og heldur betur þurft að borga fyrir það þarna innan borðs. Jú. Og, en ég bara þekki hana af svo góðu að ég bara ég held að hún eigi alltaf eftir að
Ég ætla ekki fullur að hún eitthvað að ná mér tilbaka, ég veit ekki með það, en og það verður, held ég, stór hópur fyrir kjósenda sem mun koma tilbaka þegar hún verður formaður. En hún þarf nýtt fólk með sér. Í samkvæmt nýjastu könnun þá hafa þær aðeins híft sig upp. Það nú valla margtækt, það bara eitthvað hörnlítið. 1%. Það verður að bíða aðeins svona. Og þá var reyndar búið að koma fram, sérst að það var ekkert mótframboð, þannig að sömuleyti eru áhrifin ætti að vera komið fram í skoðanakönnun. 1% er samt alveg 33% hækkun við könnunum undan. Ég veit ekki til þess að sé, ég þekki ekki nú vel kannski, ég veit ekki til þess að sé sko einhverju svona Svandís er náttúrulega, þú veist, komin til ára sinna og á kannski ekkert mörg ár eftir í pólitík sko. Ég veit ekki til þess að sé svona einhver arftaki þarna sko, ég þekki það ekki sko. En ég mjög grunar að Svandís kannski taki næsta kjörtímabil en hún verður ekkert eitthvað til eilíðar. Hver er það þá? Þeir þurfa að finna eitthvað annan sko. Það er búið að nefna Höllu Gunnars. Já, ok. Já. Men haldið það að Halla Gunnars gæti reist þennan flokk við sem er náttúrulega brunarústir. Þetta er náttúrulega bara flokkur sem að mældist fyrir kosningarnar 2017 mældist með 25% fylgi. Er að mældast núna með 4%. Þannig að þið getur bara séð hópinn sem hefur yfirgefið. Þau voru með 17% í kosningum 2017, þau voru með 13 kom eitthvað þarna síðast eða ekki. Það náði ekki 13. 13, 12,6. Þannig að þetta er eiginlega sko sögulegt hrun og þessi ríkisstjórn, það er meira hrun í þessar ríkisstjórn heldur en var í ríkisstjórn Samfylkingar og VG. Þegar maður tekur það, þú veist, kosningarna 2009 og kosningarna 2013, að þá voru það held í 25% landsmanna sem höfðu kosið þessa flokka og gerðu það ekki. Nú eru 27% búin að yfirgefa þessa. Já, maður skynjar það að það byrja að styttast í annan endan að Svandís byrja að tala kosningar í vor og þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins var að tala það í vikunni líka og jafnvel fyrr, þannig að ég held þetta sé alveg svona á lokametrunum sko. Ég ætla ekki að verði kosið í vor, ég held að þetta verði ekki samþykkt á þinginu. Heldur ekki? Nei. En hvað græðum við líka á því að gera þetta núna? Ég er bara sem samfélag. Við erum með ónýta ríkisstjórn sem þjóðin bara ber ekki traust til. Það er 24% sem að treysta þessa ríkisstjórn og þá í svona séðum löndum bara skiptur ríkisstjórn. Sko. Já, bara strategíst þá getur VG ekkert farið í kosningar núna. Af því að þau eru með 4% fylgi. Þau verða bara að taka því eins og það er. Já, ég held að strategíst gera það ekki vegna þess að ég held að þau treysti núna á það að Svandís komi inn sem formaður, mögulega verði einhver endurnýjun með henni og ætla svo að nota þennan vetur til að byggja upp fylgið, sko. En það er svo sem bara mögulegt, þannig einmitt, ég er sammála þér. Það er bara að kjósa það. Já. Ef það er búin að missa, ég finna að treystir ekki, getur ekki gert, getur ekki samþykkt neitt, kemur ekki saman neitt, koma engu sko góðu málum í gegnum þingið. Bara að kjósa. Já. Þannig er það bara starfslauna húsfélaginu og fjárlagafrumvarpi er það eina sem kannski kom í gegn sko. Ég meina þetta er bara á autopilot þetta fjárlagafrumvarp sem er núna. Já. Af því að þeir komast ekki saman um eina stefnumbreytingu þannig að það er alveg skot að samþykkja það. Við þurfum ekki að hafa þessar ríkisstjórn til þess að samþykkja þetta fjárlagafrumvarp. Hlutlaust fjárlagafrumvarp, það er engin skattahækkanir og engin það er bara ekki neitt sko. Það er ekki gert. Status quo. Herðu, en hérna Svandís, tölum aðeins hana. Hún náttúrulega studdi Katrínu á þessari vegferð sem er kannski dómur sögunar er að verða það að þessi vegferð Katrínar með VG var feigðarför bæði fyrir flokkinn og hana persónulega. Virkilega. Já. En Svandís studdi hana einarlega. Já. Við tölum við hérna við þetta borð. Þess að hún sagði sko bara Katrín og En er það ekki hluti af vandamálinu? Það varði eitthvað svona leiðtoga síki í VG, VG var hreyfing, þetta var fólk að takast á og það voru miklu fleiri við borðið og svo verður þessi þróun að vera þessi ofboðslega Katrínadýrkun og Katrín er alveg, þú veist, flotti stjórnmálamaður að mörgu leyti en hver er að fara að valda þessu, þetta er bara myndi á bara þegar Davíð Oddsson var á hét, það er einhvern veginn fólk bara stóð og fjall með öllu. Þannig að ég held að það sé, þú veist, verkefni VG, það er að gera þetta aftur að hreyfingu og þetta sé svona fólkið eigi flokkin, en þetta sé ekki svona leiðtogadýrkun. Ég held að Svandís hafi engan áhuga á því að vera, ég vona hún hafi ekki áhuga að vera sami leiðtoginn. En þetta var sjúkt á tímabili, að mínum mati.
kannski dálítið eins og Kamala Harris eða þannig og hún hefur kannski verið alltaf fyrir aftan Katrín hefur tekið svona skellina. Gordon Brown betra dæmi. Já. Það fyrir aftan Tony Blair. En það reyndist nú honum ekki vel. Nei, en svona kannski þetta element að hún hefur ekki kannski alveg tekið hérna skammirnar og erfiðu málin kannski á sig, sko. Eins og jafnmiklu Mælu og Katrín eða þannig, sko. Ég ósammála því. Mér finnst Svandís vera algjör töffari og svona mjög hugurökk og hún að pota í frekafalli í þeim ráðuneytum sem hún í. Sko. Nei, en þú veist, ég að segja, sko, hún fer í málin. Hún fer í erfiðu málin í heilbrigðisráðuneytinu, erfiðu málin í matvælaráðuneytinu. Hún að eiga við gömul hrikalega rótgróin kerfi, þannig að hún ekki andlit ríkisstjórnarinnar. Nei, en hún það ekki. Nei, en hún svona vinnuhestur sem að... Já, það nákvæmlega þetta sem ég var að tala áðan. Hún hefur bara svolítið þorað að standa á sínu og þess vegna hefur hún staðið aðeins út úr í raun og veru í þessu samstarfi, finnst mér. En hún verður ekki, flokkur sem að fer svona út í móa, eins og þessu flokkur. En þá myndi mann held að nú komið tími á uppgjör og það uppgjör við stjórnmálafél Katrín Jakobsdóttur. Ég sé ekki Svandís að gera það. Eða þetta bara, ef ekki bara gleyma Katrín og ef ekki bara láta eins og þetta hafi ekki gerst, eitthvað svona. Hvaða leið hefur hópur til þess að fara sem lendir á vegg? Hvaða leið hefur hópur? Hann verður annarkvort að horfast í augu við það. Sjálfstæðismenn reyndist eftir hrunið muni geta því. Vilja Egils var aldrei búið til skýrslu. Svo kom Davíð Oddsson upp í pontu og tók á hendinni. Svo þetta var ekki... Hún sá eftir trjánum sem hafði fallið til þess að prenta þetta helviti. Og þar með lauk því uppgjöri. En ég meina, eru sjálfstæðisflokkar með þann innri styrk að geta farið í endurskoðun og bætt sig, þú veist, ekki þá. Nei, ég meina, þeir það heilbrigðar stofnanir, þú veist, ég veit ekki hvort þeir hafa bara það heilbrigði og bara sálfélagslegt öryggi til þess að taka þetta samtala á eitthvað svona uppbyggilegan hátt. En VG, já. Geta þeir það? Ég meina, ég ekki að sjá nettflokk, ég meina, maður heyri bara, þú veist, hvernig svona átöku eru innanbúðar og það, þú veist, það of mikil tókstrita innan þessara stofnana. Ég ekki að sjá að þú veist, fólk geti farið í svona upphreinsunar starf. Ég held að þið geta ekki farið í uppgjör núna út af því að Svandís hefur verið þátttakandi í öllu samstarfinu í 8 ár, en kannski eftir, þú veist, 2 ár eða 3 ár. Þú veit að því að Svandís svona millibil. Já, ég meina það, já. Það ekki á því, hinum megin. Ég meina, ég held að ég sammála Grími, ég veist hún verði lengi þarna, en ég held að þau sé að meta þetta núna sem svo að þetta sé sterkasti leikurinn að því að hún hefur haft svolítið sérstöðu þarna og þannig að þau sjá að þetta sé sterkasti leikurinn nákvæmlega núna á þessum tímapunkti að hún komi þarna inn og reyna að byggja fylgi nægilega mikið til þess að hangi inni sem ég held að gerist. Ég ætla að spá því að þau endi í 10-11% eitthvað svo leiðis. Ekki? Já. Það væri nú bara stórkostlegt. Ég held að segja svona það væri kannski. Já, það væri eins og í fótboltaleik að vera komin 14-2 undir og vinna svo leikinn, sko. Já, ég meina þetta mín spá. Ég veit ekkert hvort hún rættist. Já, en það einn sérstæða sem að Svandís held ég hafi haft að mokkanum mín í nöfnvenna. Hún hefur fengið staksteina og skrýpamyndir og reykjavíkurbréf og leiðara og svona sem að Katrín aldrei fengið stigðarirri frá mokkanum. Gluggaskrutið og katta, en það var sko 2016. Sko. Já. En það ekki heilbrigðismerki að mokkanum sé í nöfbuðu? Ég vona það. Það er ég að segja. Hún hefur tekið þessa slægi þess vegna í ráðustafana. Og það ekki bara ráðist hann mokkanum, bara ráðist á hana ítrekkað inn á þinginu bara af hennar samstarfsmönnum, sko. Þannig að fúluköllunum hann. Já, ég meina bara kalla pungarnir hann alveg í lange banir, sko. Já, þeir miklu meiri nöfnu Svandísi náttúrulega heldur en Katrínu, held ég. Ég að segja það, sko. Já. Það bara partur af þessu sem ég að segja. Já, þú veist, þess vegna held ég að hún gæti styrt stöðu flokksins þegar hún verður honum formaður vegna þess að það hún sem eina mannska sem hefur verið að taka þessa slægi þarna innanborðs. Hún vill breyta samfélaginu til eins betra, maður sér það á hennar verkum. Sem að Katrín vildi ekki. En svo náttúrulega svolítið sorglegt að ég meina allir þarna heilir. Þegar Svandís var matvælaráðherra þá kom hann með þetta frumvarp eitt miklu púður í að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu. Já, ég tala nú við smábáta sjómenn og þá sem eru að reka fiskvinnslu á að segja kvóta og fulltrúa sjómanna og fleira þeir þetta vera sko
bara leiktjöld og meira og minna var þetta bara samið af sko stórútgerðinni og að kynna þetta sem einhver stórkostlega breytingar og svör við óánægju almennings við kvótakerfið er náttúrulega ekki það er eiginlega ekki boðlegt. En þrátt fyrir þetta hafi verið svona veikt þannig og mikil málamiðlun að þá samt sem áður komst það ekki í gegn, skilur við. Nei, og þetta setur LÍÚ bara upp einhver átök í kringu það. Já. Það er bara því ef við gera það ekki, þá getur verið að þetta myndi færast næst. Þeir bara, víglínan er bara óbreytt ástand. Já, þetta er nú víða svona, er ekki viðskiptaráð núna að ákveða hvernig menntun á að vera í landinu og svona. Jú, og happdrætti og brennin í búðir. Já, ræður öllu. Herðu, en það kemur í ljós, kannski kemur annað frambóð. Mun ekki eftir fundi samfélkingarinnar á Hótel Sögu. Þá stemdi allt í hann Árni, er þið formaður? Árni Ólafur? Nei, Já. Jesus. Já, það sem að þá kom Sigríður Ingibjörg bara á síðustu stundu og þá munaði einu atkvæði. Þetta var þetta ekki einhver sveitastjórnarmaður? Nei, hvað getur ekki munað? Það var ráðherra það var formaður samfélkingarinnar. Jesus, sá verður sár yfir en það eyðilagði formanns tíð hans að það var bara unnið þetta með einu atkvæði og hann náði sér aldrei eftir það. Þannig það getur orðið svona alls konar átök á þessu flokksþingi. En að þið vorum þannig fúlukallana það var náttúrulega er það sem er eiginlega merkilegast. Það náttúrulega var merkilegt kannski á síðast ári að vöxtur samfélkingarinnar sem að fór upp í 30% en virðist vera svona sígað aftur niður í svona 25. En það sem er að gerast núna er að það bara flæðir fylgi á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins og nú er Miðflokkur komin 19% og Sjálfstæðisflokkur í 14%. Já, það er alveg magnað sko. Já, það er bara magnað, og þetta eru bara 2 þingmenn sem að halda þessu flokki svolítið uppi og ég held að þetta sé fyrst og fremst sko, sem segja að hægri mönnum finnst sjálfstæðismenn hafa gefið mikið eftir í ríkisstjórninni og óánægja með formannin líka sko. Já, og svo er náttúrulega líka konur sem blása sér hárið og svona, þetta er alveg ómögulegt sko, þarna í Sjálfstæðisflokknum. Gengur náttúrulega ekki að hafa þetta svona, einhverjar hárblásandi konur í forystu. Hvað átt að þýða? Ég held þetta sé þannig að Bjarni er greinilega ekki að þekkja sinn vitinatíma og hann bara mjög augljóslega. Mjög augljóslega. Og það er ekki augljóst hver á að taka við og mjög stór hluti af kjarnakjósendum flokksins vill ekki fá hárblásandi konur í forystu og þess vegna þurfum við að flýja yfir til hakkgetandi miðflokksmanna í staðinn. Þess vegna finnst mér líklegt að kannski Guðlaugur Þór verði svona einhver sem að menn sætti sig við á endanum sko. Já, ég hefði trúið því sko út af því að sérstaklega Áslaugu Arna og Þórdís Kolbrún það sækja í sama fylgið innan flokksins. Guðlaugur er með sitt fasta fylgi. Mennina. Þá dreifist ef að fara margir fram. Hann tapaði svo rosalega fyrir Bjarna. Nei, það er ekki sanngjarnt. Hann fór að sitja til formanni og þetta var 40-60. Hann getur vel við unnað við það. Já, kannski. Já, mín rök eru þau að ef að fara margir fram saman, þá er hann í sterkasti stöðu. Hann er með svona kjarnafylgi. Já. Áslaugu er nú samt. Já, eins og segir hann með hárblásandi konur eitthvað. Við þurfum ekki að horfa lengur til Finnlands. Hvað þau standa vel? Þar eru konur í forystu. Já, ég meina auðvitað væri bara, held ég, mjög mikið heilbrigðismerki fyrir Sjálfstæðisflokkinu að einhverja sem flottu konum kæmust í forystu. En ég er að segja að þetta er þessi partur af þessu kjarnafylgi eins og maðurinn sem situr út á Spáni og gerir ekkert annan að skrifa greinar gegn ESB, mjög skemmtilegt, og er svo að kvarta yfir þessu. Ég meina það er bara þessi elsta kynslóð af þessum kallpungum sem að bara get ekki séð fyrir sér. Lágvaradeildin. Og það er þetta fylgi sem er að fara, skiljiði. En svo það sem eftir er... Kallanir. Já. Þá ætti nú að vera lag fyrir konu að verða formaður. Já, ég held að það gerist, sko. Já, ég held það líka, sko. Eða Þórdís Kolbrún, hún er líka, held ég. Já, en ég held bara Áslaugu Arna er út allt og hún er að vinna í þessu. Já, hún er núlega að gera góða hluti, sko. Já, og hún er ekki búin að vera í einhverju rosalega umdeildum málum heldur. Nei.
Hún sniðug. Já. Klár. Og hún alveg til fullt af kjósenda held ég. En svo, þú veist, svo tekur maður alltaf með fyrirvara þegar sjálfstæðisflokkurinn mælist lítill. Að þetta virðist verið í einhverju ættgengu vöðvaminni að gera svo XD í kjörklefanum. Það svona, kannski í kosningu þá braggast hann kannski svona 1,5–2%. Það ekki þannig að 14% verði allt í einu 28%. Gamla fólki mætir á kjörstað frekar en yngra fólki? Nú gamla fólki hefur valkosti getur komið sér flokk fólksins, hægri sinna fólk og miðflokkin. Já. Og kannski lýðræðisflokkinn. Já. Það verður áhugavert að sjá hvort að Arnar Þór ná eitthvað að saksa í þetta. Ég meina hann alltaf fyrir sjálfstæðis, hann ekki formaður. Nei, hann var varaþingmaður. Varaþingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn en það var náttúrulega alveg augljóst frá fyrsta degi þegar hann býði sig fram að þetta var það sem hann ætlaði sér að gera. Hann var alveg á tæru, sko. Hvað þegar hann býði sig fram til forseta? Hann var bara að kynna sig að því að hann ætlaði sér að stofna stjórnmál. Ég sammála. Ólafur Ragnar ætlaði líka að gera það, styrkja stöðu sína aðeins, og svo bara var hann ofur þorsti. Það alltaf sagt, sko. Hann hafi verið vel ekki að trúa því að hann yrði forseti, sko. Já, ok. Hann ætlaði bara að styrkja stöðu sína svona á vinstri arminum, að kæmi eitthvað út úr þessu. Þetta var þegar deglan var í aðdraganda stofnun Samfylkingarinnar og svona var alveg ljóst að sko Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið voru að lýsast upp. Þetta hugmyndafræðilega sko, þá var hann alveg fullkomlega samleið með miðflokknum. Arnar sko, já. En svo snýst þetta líka hver aðal og hver stjórnar og allt þetta sko. Ég var með henni í viðtali hérna. Hann sagði að sko miðflokkurinn væri of mikill hluti af bara kerfinu. Af kerfinu? Það vantaði sko einhvern utanaðkomandi sem ekki væri sko spiltur af Miðflokkurinn aldrei verið ríkisstjórn? Já, Framsóknarflokkur Sigmundar var í ríkisstjórn í 3 ár. Og hann forsætisráðherra. En eitt var þetta Bjarna, að þeir að segja sko að hann vitjunartíminn náttúrulega ekki á því. Það var eitthvað sem lýst þessu þannig sko að Bjarni situr upp með Sjálfstæðisflokkinn og Sjálfstæðisflokkurinn upp með Bjarna vegna þess að það ekki samkomlega að hver ætti að taka við. Og ef að Bjarni myndi segja að ég er nú bara ekki sem að hætta, þá myndi hvað ætlar að láta Gulla að taka þetta? Og nei. Og ég er sem að hætta og nei, ég meina Þórdís stendur bara ekki nógu veikt og svona, ég er ekki viss hún á þessu, þannig að hann bara situr í þessu. Kall ræfillinn af því að hættan á því að koma eitthvað enn verra eða eitthvað hryllilegt út úr því að nætti þess vegna situr hann eða selur sér þá hugmynd að hann verði að vera að náfram. Mögulega. Já, ég hef á tilfinningunni að hann langi að halda áfram sko. En hann samt gerir sig grein fyrir því örgulega núna og eða mun gera það. Hlýtur að vera, þetta náttúrulega óvissast í stjórnmálamaður söguna. Ég man líka eftir sko þegar Halldór Ásgrímsson hann sagði af sér eða hann hætti sem forsætisráðherra þarna 2006 og það var meðal annars út af bara slæmi gengi í könnunum. Já, og í sveitarstjórnarkosningunum. Já, í sveitarstjórnarkosningunum. Hann tók ábyrgð á því. Og það var til þess að hann allavega steig til hliðar þannig að talandi að kannanir, þú veist, hafi ekki áhrif. Ég meina, Bjarni er í rauninni verri stöðu heldur en hann var sko. Það karlar ekki að hann var stíða til hliðar sko. En Halldór var svolítið búinn á því sem stjórnmálamaður. Það var eitthvað mjög sérstakt við hann. Hann var eiginlega bara búinn á því sko. Loksins þegar hann var forsætisráðherra. Það man enginn eftir að hann gett nýtt nema það hann lét mæla þarna Hvannadalshnjúk. Og lækka hann 2 metra. Það var svo óvægt. Og það er þegar þú mælir þetta og vonast til þess að geta sko fært þjóðinni að hans 10 metrum hærri en það fjall og hann reyndist að vera lægri, þá er þetta eiginlega búið sko. Já, mitt þetta snýðist kannski þetta legacy að þú veist komast inn í kvitta í exa í boxið sko. Það var mynd í forsætisráðherrunnar. Það var eitthvað, ég man eftir þessu tíma sko, það var eiginlega svona, það var ekki góðu tími fyrir hann Halldór. En ég meina Bjarni vantar ekki í hann sjálfstraustið, er það? Og Siglu? Nei, hann náttúrulega bara, eins og ég segi, ég held hann sé samt orðin alveg rosalega leiður á þessu.
bara hvað hann virkar fúll í öllum viðtölum og allstaðar og bara hann mér sýnist á öllu hann sé alveg hundleður á sig, ég ekki alveg saman mjög stemmingslaus svona forsætisráðherra. Virkilega. Já, og bara hann er bara farin að taka upp þessa Davíðstakta, svona hrókagikkurinn, alltaf mættur. Ég veit ekki hvort að þeir eru í svona rosalega þreytandi, sko. Alltaf verið að Ég veit ekki hvort að þeir eru í svokallum bumbubolta. En það svona miðaldra kallar að spila fótbolta. Það gerist oft sko að þegar getar minkar að þá fara að spila grófar. Að þú heldur getur gert eitthvað og þá fristast til að hrinda eins manni sem framur. Mér Bjarni vera þannig. Sko. Er hann ekki bara að fylgja handritinu á Stafís? Það virkaði nú ágætlega fyrir hann. Við erum bara fúlikallin og frekikallin og hrókakallin og leiðilegur. En hann varðhundur sérhagsmuna. Já, og bara actually gestir í sjónvarpsviðtölum, sko. Og ég held að hann losna ekkert undan þessari ánauð að vera þarna fyrir að það kemur einhver nýr varðhundur og lausar hann af sem ætlar að gæta sömu sérhagsmuna. En hann hefur oft púlað svona einhver PR-stönd, sko, eins og einhver tíma hann var okkur fundi, þá var ekki fylgi flokksins í einhverju lágmarki og hann svona lagði af í pontu og svo var hann einhvern tímann talaði hann hann var eins og skýr, hann var eins og hrærður, sko. Hann hefur svona komið með eitthvað svona. Hann hefur náð einu sinni þá hefur hann náð að vinna. Það gengur ekki núna, sko, þú veist. Hann hefur einu sinni náð að vinna kosningabarátuna. Það var eftir Panamaskjölin, þar sem að flokkurinn mældist eitthvað staðar í kringum 20% og hann náði að skila því held í 27%. Það er eiginlega eina dæmið hann hafi náð einhverju sveiflu. Var það þegar hann var að baka kökuna? Var það það? Já, ég man ekki hvað það var. En eitthvað svona PR-stönd, sko, er ekki að bjarga honum nú. Það var mjög sótt að honum þegar Hanna Birna bauð sig fram á mótunum og það var svona tvísýnt og þá mætti hann í svona einhver svona kastljósviðtal og var svona eins og oft þegar fólk er svona sótt að þeim og svona er í svona næstuð í uppgjöf þá getur fólk orðið svona mannlegra og hann var svoleiðis í einu viðtali og náði held ég svona smá en ég held að sé engin dæmi að þetta sína fram á að hann hafi sé einhvern veginn góður í kosningum og ég held að það sé ekki að það halda því fram, sko. Og því að það bara að maður sér það á kosningúrslitunum. Svo er hann náttúrulega svona augljóslega, þú veist, bara, það svona stærsti gallinn við hann náttúrulega sem karakter, sko. Hann er náttúrulega bara alveg upp í ríkidæmi og þú veist, og fólk skynja það er svona silfurskeiðar fnykur á honum, sko. Þannig að mjög mikið af fólki svona tengir ekki við hann og hann skilur ekki svona aðstæður svona hins venjulega manns. Alls ekki, hann gjör sannlega aftengdur frá veruleika meiri hluta Íslendinga, sko. Og hann ég held að á einhverju leiti vita hann það en ég held að það sé að vonda, hann veit það ekki. Það held ég að sé að vonda. Hann finnur bara ekkert að því. Hann til þess að vera rétt búið til valda. Já, ég held að hann finnur bara ekkert að því. Hann eigi til að vita hvernig almenningur hefur það. Nei. Ég held að hann sko sé að reyna það. En hann getur ekki út af því að hann er bara úr þessum aðstæðum, hann er bara það sem hann er. Hann getur ekki kannski skilið þetta, já. En ef það er vandamálið, af hverju fer fólk þá yfir í miðflokkina sem er annar auðmannssonur? Það segir kannski meira okkur. Ég held að bara fólki sem að sé að færa sig yfir í miðflokkin sé ekki fólki sem að deilir þessum áhyggjum með okkur. Nei. Og hverjir eru það? Það er þessir Bolli og félagar. Það séu 90% af Íslendingum séu bara eins og Bolli í 17. Allavega stór hluti af þeim. Já, nei, ég held þetta sé en ég held að þetta náttúrulega bara miðflokkurinn, hann náttúrulega keyrir líka bara á svona aðeins þessari útlendinga andúð og því og því miður er bara alveg rosalega mikill hljóngrunnu fyrir því á Íslandi í dag eins hræðilega sorglegt og það er. Það er rétt. Og það er bara, miðflokknum virðist bara vera að takast að ganga á þessum hræðslu áráðri og meðan kannski flokkur fólksins sem er þarna líka, þeim eru bara ekki að takast það jafnvel. Þetta er bara sorglega staðreyndin. Það sé ekkert mikið flokknar en það, því miður. Þeir eru náttúrulega fulltrúi þessa svona öfgahægri á Íslandi þó að þeir séu kannski einhverju leiti kannski ekki nákvæmlega eins og þessir öfgahægri flokkar í Evrópu eða svona einhverju leiti en þeir eru svona þessi flokkur sko á Íslandi og þeir fá bara þetta fylgi svipa á aðri flokkar í Evrópu. Og við erum í raun og veru mörgu leiti bara ofsalega heppin á Íslandi að við séum ekki komið með ennþá verri flokk sem að myndi ábyggilega geta nátt töluverðum. Nei, í þessum málum skil ég. Það er sammála því, þú veist, þeir eru svona, sem ég segi, þeir svona eru þarna sko en já, þeir eru svona kannski
aðeins í mýkri kantinum sko ef maður ber það sama við eins og FTA í Þýskalandi. Allavega ennþá. Já, ennþá. En ég held að sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega líka verið að daðra aðeins við þetta þegar finnst þetta freistandi. Ég meina Bjarni bara blés í hundaflauturnar í vetur. Ég veit að það var bara sko. Ekki daður. Nei, það var ekki daður, ég veit að það var versta dæmið en ég held að þau í Sjálfstæðisflokknum hafa ekki getað farið lengra með þetta af því að það myndi sprengja stjórnina, skiljiði. Ef að þau færi eitthvað full-blown í eitthvað svona... Það er kannski tilfærslan á þessu fylgi yfir til miðflokksins að þau gátu ekki stíð alveg í lokaða búsetu úrræðis alveg rétt. Eitthvað Sjálfstæðisflokkurinn tapaði í þessu Jassanmáli, það komið mjög látur í. Að mati þessar fólk sem náttúrulega á móti innflytjendum, þá svona fjalluður á prófunu þar sko. Og haldið þessi fólk sem að segja, ég var nú hugsa hversu Sjálfstæðisflokkinn en fyrst þeir gátu ekki sparkað þessu fallaða dreng út úr landi að þá ætla ekki að kjósa þá. Þetta þessi fólk sem já, ég held að sé alveg sko. Útlendingaandúð hefur risið rosalega. Eða alltaf verið, hún er komin mjög vel upp á yfirborðið. Já, hún er mjög sýnileg og fólk ekki jafn mikið svona fela skoðanir sínar, minnst þú ekki baka skjá? Nei, við erum alltaf bara svona nokkrum árum á eftir í raun og veru í nágrannalöndunum og þetta er bara að koma, það við vissuð allir þetta væri að koma og svo náttúrulega búum við í heimi þar sem að bara flótti fólks því miður hefur náttúrulega aukist bara gríðarlega mikið. Ekki hingað, það eru stórfækkað hælisleitendum hér. Já, núna í ár, en það er náttúrulega árin og undan hefur það náttúrulega aukist. Ég er alltaf að bíða eftir að komi bara auka fréttatíma RÚV. Hvernig getur staðið á því að þeirra hælisleitendum fækkar helming að þá tvöfaldast kostnaðurinn? Einmitt. Hvernig förum við að því? Þessi biðtími náttúrulega þeir fá ekki að vinna náttúrulega meðan eru að bíða. En ef það fækkar, það er þessi 54% fækkun hælisleitenda á Íslandi með við í fyrra. Hvert þessir aurar að fara? Og núna síðast verði ég einhvern af þessum ráðherrum Sjálfstæðisflokksins að segja að kostnaður væri komin upp í 40 milljarða eitthvað. Það byrjaði að þau voru að tala 12, svo töluðu 15, svo 20 og ég bara tek ekki marka þessu sko. Þeir bara kasta einhverju tölu fram og það er eitthvað sem vantar í þessu sögu sko. Er þetta ekki bara hluti af þessum áróðri? Fram, skilur, spurning hvort þessar tölur séu komna fram, réttu tölunar. Og mér viltu vanta eitthvað í þetta? Já, það vantar eitthvað fullt í þessu sögu hérna. Heyrðu, já, miðflokkurinn. Ég heyrði í Strætó í morgun og menn að tala um pólitík og svo munurinn á Bjarna Benediktssyni sem stjórnmálamanni og Sigmundi Davíð væri remulaði blettur í bindinu. Ég veit ekki hvað merkingu þetta hefur, ég bara heyrði þetta. Já, Sigmundur með remulaði þá. Ég held það. Ég gaf mér það alveg. Já, gíska það. Heyrðu, innan og sáttaka Pírútum. Hafið þið verið inn í því? Ekki nógu. Skiljið þetta? Nei, þetta var eitt af þessum sem að þú sendir á okkur hérna nokkra punkta sem ég bara eiginlega ekki nennt að fylgjast með. En sko, þannig að ég fór nú aðeins að kynna mér þetta í dag og svona hlustaði hérna viðtalið við Björn frænda minn og svona, sem að hann tók hann Björn nafn hans hérna á stöðinni og hann alltaf gerir lítið úr þessu. En ég veit ekki mér að þetta bara virka eitthvað svona pínu barnalegt. Eins og að ég kom að vera með eitthvað svaka svona yfirtöku á flokknum inn á þessu þingi og svo fer allt í kalda kol. Þetta er náttúrulega ekki til þess að gera möguleikana á að þeir teljist stjórntækir neitt mikið betri sko. Nei. Þetta virkar bara á mig. Starfsmaður sem að smalaði þarna einhverju fólki á þing og reyndi, koma einhverjum aðeilum í stjórn. Svona hostile Varstu ekki að segja að þú hafa verið skráð í Sjálfstæðisflokkinn? Heyrðu heldur betur, ég gleymi bara alltaf að mæta. Er þetta ekki bara eins og kaupin gerast á Eyrinni? Hvað er að þessu? Jú, alveg eflaust sko, en það er greinlega farið illa í fórustuna og þau hafa svona að vilja. En hvað er á flokkinn, fólki í flokknum eða fórustan? Já, þessar þingmenn held ég. Eigi flokkin? Já, þú veist, ég þekki þetta mál ekki það nú vel sko, en allavega hafa þau svona viljað greinilega taka skref tilbaka.
Getur verið að þessu hrædd við almenna flokksmenna því að við munum alveg að það var talað að enginn ætti að sitja lengur á þingi heldur en svona 1,5 kjörtímabil og það verið endurnýjun og við ætlum ekki að vera eins og hinir flokkarnir. Svo erum við með fólk inni eins og Þórhildur Sunna og Björn Leví og hún Það verið í 8 ár, ekki? Já, alveg örgulega. En ef við væri að fara í er komið fram úr tímabili Bandaríkjaforseta. Já. Það lýsir kannski bara svona hvað, þú veist, eins og ég segi, ég er rosalega upptekinn af þessu tímabili sem verður núna í pólitík, að nú er allir ekkert að fara að slást innbyrðis áður en við erum að fronta þjóðina. Og ef það væri bara einhver eðlilegu vinnustaður, þá væri það bara rosalega vont system. Og það er einhvern veginn, það er ekki eðlilegt að endurnýja að taka samtölin, fólk fá okkur að endurgjöf á störf, þú veist, þetta verður svo svakaleg valdabarátta og það er alveg sama hvar á spektruminu fólk hvort það er vinstri eða hægri, þetta er alltaf einhvern veginn jafn sjúkt. En ég held einhvern veginn að það er örugglega komin tími á endurnýjun hjá Pírötum bara eins og hjá gjörsamlega hverjum einasta stjórnmálaflokki. Fólk á sinn tíma, ég meina rannsóknir sína að það tekur því 6 ára að vera spiltur í einhverju merkingu þess orð, ég veit ekki nákvæmlega hvað það þýðir. Já, ok. En þú veist, við eigum að vera með endurnýjun, en þú veist, það sem að maður heyrir af fólki sem hefur kannski raunverulega fram að færa, sem hefur reynt að fara inn í stjórnmálaflokka og hefur kannski eitthvað þekkingu eða eitthvað sem vill bera á borð, að það er ekkert endilega, fólk er ekkert endilega til í að fá hæfileikaríkt sterkt fólk inn í flokkana. Þetta er alltaf eitthvað svona dysfunctional fjölskyldur sem er að reyna að halda í völdin sín. Og mér finnst þessi pírataslagsmál vera kannski bara, þú veist, rosa mikið að springa upp einhvern veginn í fjölmiðlum, en ég held að sé bara eitthvað annað fólk sem vil komast að sem er með kannski bara fullt fram að færa og þú veist, það vantar eitthvað, við erum svo óþroskuð í þessu. Já, þeir eru alltaf líka með þessa stefnu að það er engin svona formaður eða engin einn leiðtogi þó að maður finnist... Það eitthvað, er þetta ekki bara stórum aukið? Já, það er svona kannski, ég meina að maður lítur á Samfylkinguna þar sem er bara svona einn svona óskoraður leiðtogi, þú veist, og það svona vist... Og engin annar. Svona uppákomur eru alltaf ekki... Það er uppskrift af eitthvað disaster. Já, uppskrift á disaster. Ég er sammála. Þú verður að hafa dýnamík í flokk. Í þessu tilfelli allavega þá er þetta svona þegar það er svona óljóst svona einhvern veginn hver ræði ferðinni og hérna þá koma svona uppákomur kannski. En þú veist, ef þetta væri bara eitthvað teymi sem var að vinna eitthvað verkefni með eitthvað passion fyrir eitthvað, þú værir að networka inn bara hvar er besta fólki í samfélaginu til að hjálpa okkur að koma okkar málum í gegn. Hvar er þekkingin, hvar er reynslan. Þú veist, það er engin stjórnmálaflokkur einmitt almennt séð í þessu. Við erum með Samfylkinguna sem eru 2, núna 3 sem eru nefndir. Þú veist, þetta er rosalega sérstakt hvernig við gerum þetta. Ertu meina að segja svo okkur bara átt að innanborðs Það er allir svo hræddur sig að fyrir bara verður ófungerandi. Er þetta ekki bara mannlegt eðli og er þetta eitthvað betra í öðrum löndum? Ég veit ekki það. Já, sko ef maður er svo mandalýsir þessu, þá er það, við vitum alveg að það er gott af endurnýjun og það er best að fólk klári sig ekki eitthvað, að þannig að þú verður bara að víkja þóttu sér ekki alveg með tilfinningun sér búin að öll og eitthvað svona, þannig að það verður best að það væri eitthvað svona mekanismi. En hann virkar ekki að þeir sem eru með völdina, þeir segja nei, býtu, ég vil vera aðeins áfram. Þú sett eitthvað betri ég eitthvað og allt í náttúrulega bara er fólki sem er fyrir það bara hangir við á stólunum sinni. Já, ég segi mannlegt eðli. Það er svona kannski leikstjórinn í mig sem er að tala sko, leikstjórinn á kvikmyndasetti er svona sá sem að er leiðtoginn og ræður öllu sko. Það er náttúrulega bara einræðisherra sko. Hann er það sko. Það er ekki eins og leikhús. Leikstjóri er bara í háu leðustígulum með einglirni. Það mennur bara, margir bara hræddu við leikstjóran sko. En hann verður að vera einræðisherra, annars funkar þetta. Nei, það er víst ekki sko. Þetta er bara eitthvað kallakúltúr sem hefur þróað svona. En það segja mér sko kvenleikstjórar að það er vel hægt að gera þetta öðruvísi. Þú þarft ekki að vera með svipu. Það sé svona eitt fókus, sé svona ein listræn sýn svona frá einum einstakling sko. Það gengur ekki að séu 20 manns, þú veist, að bítast þú veist, skilur hvernig sjónarhornið á að vera, skilur kannski þetta gefa bara kveimyndatökumanninum og klipparum aðeins meira svigrúm til við. Já, en þá kemur svona afurðin verður þá svona eins og sé ákveðin sín sleppa svolítið persónuleg sín leikstjórans. Kvenlega innsæniðinu og gefa fólki aðeins meira svigrúm og kannski verða myndirna bara betri. Kannski gera það bara. Já, það er átök hérna í VFG og hjá Pírötum og hjá Sjálfstæðisflokknum. Eiginlega alls staðar þar sem að
flokkar eru á niðurleið, það eru átök. Nefnir í Framsókn. Já. Þeir eru bara no-stæfing en það er engin átök. Það er mjög sérstætt. En það ekki samt svona undir niðri? Það er aldrei mælst lægra og maður myndi reikna með því að nú væri að segja, heyrðu við verðum að losa okkur við Sigur Inga, hann er ekki að afla, við erum að skipta formann, okkur eru ekki með Lilju eða pröfum Ásmund eða bara Vilum. Mig grunar að Lilja sé alveg tilbúin að vera formaður eða þú veist og jafnvel Ásmundur líka, það sé svona það snúist kannski frekar að svona bíða svona eftir að Sigurður hættir sjálfviljugur sko. Það snúist það svolítið. Nei, menn upplifað aldrei. Það er ekki til dæmi það að stjórnmálamenn hafi upplifað sinni vitjunatíma. Þeim er alltaf hent út. Já, það er rétt. Nema Jón Gnarr, nema borgarstjóri. Þannig að hann komin aftur. Já. Hvernig líst ykkur á það? Jón Gnarr í Viðreisn? Bara vel. Ég fíla. Já, ég fíla það, en ég spurningamarki við Viðreisn. Já. Þú er ekki valið Viðreisn? Ég held hann eigi best heima þar sko. Hann er mikill Evrópusinni sko. Það sé mikið að horfa á það. Já, reyndar, já. Hann er bara hægri maður, eða ekki? Ég hefði frekar síðan ég veit ekki, hann er alltaf Evrópusinni, það er kannski ekki endilega. Ég hefði giskað á Samfylkinguna frekar, kannski fyrir hann. Er Viðreisn samt svo mikill hægri flokkur? Er hann ekki meiri í miðinni, finnst mér? Virkar þannig á mér sko. Nýfrjálsíkju flokkur með nýfrjálsíkju lausnir á öllum málum. Vilja enga við heilbrigðiskerfi og menntakerfi Markaðanræður. Ok. Þeir eru svona, þeir eru svona í grunninn, svona mjög hægri sinnaðar á einhverjum sviðum og þeir ná... Þeir eru frjálslyndir, sko. Þeir eru ekki íhald, það er, Nei, þeir eru ekki þjóðverðni sinnað íhald eins og Sjálfstæðisflokkur. Nei, en þeir eru svona flokkur sem að gæti til dæmis unnið alveg með vinstri flokkum eins og þau gera þarna í borginni, þú veist, það gengur ákveðlega hjá þeim að vinna greinlega með þeim þar. Þú Viðreisn? Já, og þau eru náttúrulega líka, vilja setja auðlindagjöld og þú veist, þau eru alveg til í einhvers konar skattahækkanir, þó það sé ekki mikið, þá allavega náður. Þau eru að bjóða kvóta, þau eru að markasvæða Já, sem er alltaf skarra heldur en kerfi sem er í dag. Sem er markasvæðing, sem er hægri sjónarhald. Hínir hægri menninni vilja hafa þetta hjá auðvaldinu. En þetta færi náttúrulega, við myndum ekki, ef það verið boðin upp kvóti, við myndum ekki kaupa kvótan, sko. Það er bara einhverjir Samherji og Brim myndu kaupa hann, með peningana, af aðgengja fjármagni. Þannig þetta er ekki svona alþýðu væðing kvótans, sem þau eru að leggja til. En er þetta ekki alltaf lægi að Jón Gnarr sé hægri maður? Ég segi það stundum að frakkarnir segi þetta, ef þú segist vera hvorki hægri en vinstri, þá ertu hægri. Já, maður spái svona hægri, þetta ekki, en eins og til dæmis Sigmar, er alltaf í Viðreisn, sko, maður hlusta á hann, sko, tala bara í þáttum og svona, maður finnst hann nú vera helviti, og heitir hann ekki Guðbrandur, þingmaður Guðbrandur Suður með sjón? Já, hann er alltaf bara þræl vinstri sinnaður, þannig að þessi þingmenn eru svona, þú veist, það er mjög mismunandi þingmenn, sko. Svona sem einstaklingar? Já, maður heyrir hann tala Guðbrand, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, maður er bara sammála öllu sem maður segir. Ég held að það sé ekki allir þarna innanborðs eitthvað svaka nýfrjálshyggju týpur, sko, bara alls ekki, ég hef ekki skynjað það. Þetta er kannski líka einu flokkur sem er að einhverju leyti, sko, fólk getur komið inn með sín málefni og bara störu þeim, þú veist, þetta er ekki svona stefna flokksins þannig að það eru tækifæri og þessi flokkur virðist vera svona kannski opnastu fyrir því að opna dyrnar fyrir hæfileikaríku fólki. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá. Það er þessi kultúr, eins og Sigmar fær að vera með svona baráttu í fíknimálum, menn fái svona smá svigrúm. Þau sjá kostin í því og ég held að sé hendi bara mörgum, sko. Herðu, Seðlabankinn lækkaði stýrivextu 0,25%. Jú. Er það kannski engin frétt? Skiptir þetta eitthvað máli eða? Þetta er skilaboð. Já, þetta er svona byrjun á okkur ferli. Þetta skiptir kannski ekki máli þessi lækkun per se, en að þessi byrjar að lækka. Það er rétt átt. Já, þetta er náttúrulega bara allt og lítið, allt og seint. Þetta er bara alveg, ég meina þannig svona bara að því að nú voru enda að tala Viðreisn á Evrópumálin, sko. Ég meina það sem náttúrulega stærsta vandamál íslensku þjóðarinnar er þessi lat og gjaldmiðl sem við erum með hérna.
og þú veist, þetta bara óþolandi. Það ekki hægt að lifa með þessu, sko. En sem dæmi þá byrjaði ég, bara þegar ég sá þessa vaxtalækkun í vikunni, þá byrjaði ég strax að hugsa svona, já, herru, kannski get ég við þurfum að stækka við okkur fjölskyldan bráðum. En þá fór ég strax að hugsa, já, ok, nú get ég kannski farið að hugleiða að leita íbúðum, skilur þú veist, þetta byrjað, sko, þú veist, því að það er svo erfitt að taka lán núna með þessum vöxtum. Það er bara ekki hægt. Nei. Og svo kvarta við því að þess ekki verið að byggja íbúður, það er ekki hægt að byggja íbúður í þessu fjárhagsumhverfi. Nei. Það fer enginn út í það, engir verktakar fara út í það, taka lán núna til þess að byggja íbúður. En það er líka svo áhugavert með þessa íbúðumræðu af því að, sko, það var heil blokk byggð hérna einhvers staðar í túnunum með leikskóla á jarðhæðinni og það er allt keypt undir Airbnb. Þannig að þú veist, það er bara fjársterkir aðilar sem kaupa upp heila blokk. Á sama tíma er fólk að sko skammast út í að sé ekki hægt að kaupa íbúðir, en við setjum engar takmarkanir á þetta. Engar. Nei, og ég meina, ég bý í Skerjafirði, ég veit ekki hvað mörg risastór einbýlishús sem að einhverjur útlendingar eiga sem að gistar, þú veist, hérna eina viku á ári. 500-600 fermetrar. Og eins Tjarnagatan, Sólvallagatan. Þú veist, það skortir algjörlega hugrekki í að fara í stefnumótun í þessu eins og hefur verið gert í Barcelona og París og annar staðar sem þetta bara tíðkast ekki. Guð, hvað er sammála? Þannig að við værum í allt öðru umhverfi, það er búið að vera að byggja undanfarin ár, við hefum bara ekki sett neinu, Hafnatorg, meir og minna er sumarbústaðar fyrir ríkt fólk utan á landi til að koma og þú veist, gist í borginni á fínum stað eða leigja út til túrista. Þetta er bara staðan. Við ræðum þetta ekki, minnst þetta stóri bleiki fíllinn í þessari íbúðumræðu. Já, 100%, sko. Já. Og svo ég sá bara á þenni kominga að Sigurður Ingi var eitthvað að reyna að tala til einkabankana að lækka vexti sem sagt í samræmi við þetta og hérna byrjar eitthvað þrýsta á þá. Að lækka þá verðtryggðu, að þeir lækkuðu þá ekki. Já, lækka verðtryggðu sem að hlýtur að gerast á endanum en hérna humulegt. Já, en að hækka á verðtryggða, það er allir á leiðinni verðtryggða og svo eru lækkaðir vextir, svo eru lækkaðir vextir á óverðtryggða en ekki á verðtryggða. Auðvitað. Já. Bankunum þykir ekki vænt um þig. Nei. Hverjum þykir vænt um mig? Það er náttúrulega ef það þarf að byggja meira og ef að verktaka gera það ekki og þá þarf náttúrulega bara ríki og sveitafélög að byggja það ekki. Þannig var það gert á síðustu öld. Já, hann er bara engin stemning fyrir því í dag, sko. Það er ekki. Nei, bara með stjórnuna sem við erum með núna. Já. En ég held, mig grunar samt að þessi peningastefna og þetta bara allt þetta klúður með krónuna og hvernig hún er búin að fara með okkur sérstaklega núna undan fyrir 2 ár. Ég held að það hafi líka bara mjög mikið að segja með hrunið á fylginu. Efnahagsástandið. Efnahagsástandið. Já. Ég meina, finnir þið fyrir verðbólgu og vöxtum? Já, sjálfsögðu, ég gerir það ekki. Ég meina, kannski síður fyrir okkur, kannski ágætlega sett í dag við hjónin, en við erum með 24 ára dóttur sem að þykist alltaf komið svo út á húsnæðismarkaði. Hún er að fara í master í útlöndum og maður bara döðnervus að hann langi ekkert að koma heim. Og þetta er svakaleg blóðtaka ef við förum að missa mikið af þessu fólki þú veist, þessu yngra fólki bara út og það vil ekki koma tilbaka. Það er ekki eins og það er bara staðreynd. Bara rosalega margir í kringum með að fara og sjá ekkert enga ástæðu til að koma tilbaka, sko. Og þeir sem hafa farið og ætla að koma tilbaka, ekki séns, ekki fræðilegur. Geta ekki. Bara ekki séns. Bara heimilislaus, þú kemur til Íslands. Eða þetta flytti aftur undir mömmu og pappa sem vilt ekki gera. Ef þú býr svo vel að geta það einu svona, sko. Já, ég veit. Við erum að tala um þetta svona ungt fólk að það er eini svona fæðingatíðni. Hún lækkaði held ég 2022 bara mjög snart og maður hugsaði bara þetta lítur að vera eitthvað svona gæti verið COVID eða ég veit ekki hvað þetta er. Hefur ekki efnaði svo fór hún lækkaði aftur. Og þetta væri sko í einhverju svona samfélagi, þá væri þetta svona bara bú. Það er eitthvað stórkostlegt að samfélaginu. Já. En er þetta ekki bara trendið í Evrópu og annars staðar? Nei, það er ekki svona lína sem er svona. Það hefur farið rosalega niður hér. Ég veit, þetta er náttúrulega bara ekkert skrítið. Í fyrsta lagi hefur ekki efnað að kaupa íbúð undir barnið sem það ætlar að fara að eiga.
Og í öðru lagi þá Mátt hefur að ekki leigja, efna á sko. að eiga barn. Nei, Af því það er alltaf svo dýrt. og þú ætla efna að halda sjálfur uppi. Nákvæmlega. Og svo er náttúrulega líka mjög stór partur af þessu er bara hreinlega líka umhverfismál. Það er bara mikið ungu fólki til dæmis í kringum mig sem að bara getur ekki hugsað sér að eignast barnin í þetta. En er það ekki svolítið sérstök niðurstaða að hvað er það besta leiðin til að berga heiminn, myndur þú telja? Er það ekki lítið barn? Já, ég meina að þú sér fram að það að barnið eftir að eiga umrætt lífa því að Og viltu það bara að mannkynið bara hætti hér? Nei, ég er ekki að segja Ég er bara að velta fyrir mér. Já, en ég meina þetta er bara þannig sem að svo margir í kringum mig sem ég heyri að ungu fólki, það er bara í alvörun að taka þetta inn í breytinu. Ég ætla að berga heiminum með því að eignast ekki barn. Það er vist að mest mengandi sem þú getur gert, það er eignast barn. Ég- Umhverfisáhrifin af einni manneski eru bara miklu meiri. Ég þekki alltaf að fólki bara í Bandaríkjunum sko, einmitt, bara á mínum aldri sem að, jafnvel yngra sem að einmitt, hefur þessa afstöðu sko, vill ekki eignast börn í þennan heim sem er í dag sko. Þetta er klímat. Já, líka bara út af bara Trump og þessu sem Já. En er hann þá ekki búin að sigra algjörlega ef að Jú, það er ekki spurning. hann verði bara síðasti maðurinn? Þetta stríðs Þetta ástand. lítur náttúrulega, lítur það er ekki vel alveg út. ástæða til að vera svartsýnn í dag einhvern veginn, sérstaklega með þessu stríðið í Miðausturlöndum og Úkraínu. En ertu ekki búin að missa alla vonina ef að þú treystir ekki að barn geti bjargað heiminum? Jú, Jú, ég Þá ertu bara myndi segja búin. það. Jú, Ég þá ertu myndi segja búin. það, ég á 2 börn, eða ég á eitt alveg leiðin sko. Eitt á En leiðinni. já, þannig að hérna, Og þú ætlar að stakka við þig til að bjarga já, heiminum? það var pæling. Kannski betra að spjalla betur við konuna fyrst sko. Þetta er komið bara miklar miklu yfirlýsingar. meiri svona relevant möguleiki, heyrir maður hjá ungu fólki, að bara, Slappa af. það er bara valmöguleiki á borðinu sem var kannski ekki tjá okkur að eignast ekki barn. Það er bara, já, líka þú veist, það. það er bara Líka það. þróun Já, líka. Já. Það er bara loftslagsbreytingar og Það er allt kynstlóri fyrir ofan þessum börnum komum bara á óvart. já. Já, Já, en það var ekkert að reikna þetta út neitt sko. Nú er þá börn að koma óvart. Það Já, er já. ekki að því. En þetta er náttúrulega eitthvað sem við ættum að vera að ræða svolítið samfélag okkar verður að vera manneskjulegt þannig að ungir foreldrar treysti til að koma með barnið sitt inn í heiminn. Það er það ekki. Ef að veröldin okkar og samfélag okkar fellur á því prófi, þá er bara eiginlega döðadómur. Já, það þarf náttúrulega að búa okkur þannig heim að við viljum það. Að við sjáum fram á að það sé einhvers konar ávinningur þarna, ekki bara fyrir mig, þetta fyrir barnið sjálft að koma í hennan heim. Að því síðan ber ég ábyrgð á því hvað verður þetta barn. Og eins og staðan er allan að núna, ég skil þetta vel sko, nú er ég bara 1 barn og ég sé ekki fram á að eignast annað barn nokkuð tíman ef að það fer ekkert að lagast, en á sama tíma líka líður mér eins og að sé einhver svona veraldleg vakning fyrir þessum hlutum, þannig að vonandi fara kynslóðunar fyrir neðan mig að breyta. Mér líður þannig, ég vil ekki fara of geyst með það, en já, ég menna þegar útlitið er svona svart, þá skil ég alveg. En líka bara með hann að sko, Skil ég þetta alveg? pólitíkin, þú veist, og stórfyrirtækin, það er ekki verið að stiga nein svona alvöru hugurögg skref Nei. í loftslagsmálum. Þú veist, það bara, við höldum bara áfram, bara, þú veist, og bara vopnafyrirtækin, olíufyrirtækin, bara allt hérna bara stýrir heiminum, bara eins og það sé 1960. Að, þú veist, það er það sem er að drepa vonina hjá manni, af því að við erum búin að vita þetta lengi og við fórum öllast að fórum að flokka og fljúa minna og þú veist, erum að hjóla meira heldur en að keyra, þú veist, en svo fyrir til Flórida og fara kultúrsjokk af því að, þú veist, það er enginn að pæla neinu og það, ég sé ekki að sé í raun og veru neitt land, neinstaðar sem er að stíga, þú veist, við erum bara áfram að borða bara hamborgara og höggva Amazon frumskóinn og þú veist, þetta bara heldur áfram og þetta er bara í beinni útsendingu, við erum orðin eitthvað svo ónæm. Þú veist, ég á 4 börn og ég er með samviskubit gafkvært þegar mig verður að hafa bara, þú veist, ég bara svona, sorry guys, ég degi hérna eftir nokkur ára, þá setið þið uppi með þetta. Þetta gerðist á þinni vakt. Já, og þú veist, og ég er bara, já, seg. Já, sko, ég held að ætti heldur ekki einu svona að vera bara í höndum okkar almennings að flokka og hvað með einmitt, vopnaframleiðslu. Mengunin á fyrstu held í 4 mánuðum eftir að Ísrael stígur hann inn í Gaza er
meira en held ég samanlagt á 20 löndum yfir heilt ár eða meira sko. Þannig að sko þó að ég noti papparör er það nóg? Eða skilur við, já. Nei. Ég fór einu sinni hérna í nýja bæinn í Selfossi, það er eitthvað hinum með göttuna. Miðbæinn hana? Já, það er eitthvað svona ísbúðin huppa heldur mig. Já. Þá ég fekk mér shake, ég veit ekki af hverju. En þá fekk ég shake í plast hérna íláti með svona kúpul og svona með papparöri. Það svolítið. Svo eyðist þetta papparöri bara? Ég gat ekki borðað shakeina því að röri dugði ekki nema í tvö sög. Herðu, en hérna Hallveig. Já. Hérna, þú ert með óskalag hérna. Þeim eru verðlaunin Arnheiðar Eiríksdóttur. Já, mér langar bara að nefna það. Ég er svo stolt af stelpunni. Hún er algjört æði. Hvað er þetta við sem ekki hefur verið að fylgjast með hérna alþjóðlegu óperuverðlaunum? Já, þetta er International Opera Awards og þetta er bara svona eins og Óskarinn í óperuheiminum. Þetta er virkilega stórt og það segir okkur bara hvað í raun og veru er lítill áhugi þannig séð á þessu því miður að það er bara RÚV sem fjallar þetta, ekki, þú veist, en við erum alltaf að hamra banka og hamra á banka, en áhugin hann mun nú aukast þegar við fáum þjóðaróperuna sem verður vonandi bara eftir nokkra daga. Það verður gaman þá. Ég vil ekki að stjórnin falli að hún er komin. Það gætum ekki fallið á því að fúlukallanir þínir myndu stoppa þetta? Nei, þetta er búið að samþykkja til ríkisstjórn held ég. Ég held ég sé með svona þjóðaróperu upplýsingar það. Já, ok. Og það hafa komið tími til. Við erum búin að bíða eftir henni 100 ár. Já. Þannig að fyrir söngvara á Íslandi er ekkert fast starf í boði. En fyrir hvað vann hún hérna Arnheiður? Hún er Rising Star. Í óperuheiminum. Og þetta er bara, hún er búin að vera gjörsamlega að slá í gegn. Hún er að vinna í Prag núna og þetta syngja líka víða Evrópu og Ameríku líka, held ég kannski eitthvað smá. Og hún er bara stórkostleg. Er hún systir Laufeyjar, söngkonan? Nei. Nei, ok. Nei, hún heitir Arnheiður Eiríksdóttir. En af hverju eru við svona góð í söng og músík? Við vorum, sko, það er náttúrulega bæði bara mjög ríkt í Íslendingum að syngja. Við vorum ekki með neinn hljóðfæri, þannig við þurftum að syngja. Við erum líka góð í hljóðfærum. Já, heldur betur. En það sem að tónsmíðum. Það sem að við erum líka mjög góð í tónsmíðum. Riðja inn verðlaunum í tónsmíðum? Já, heldur betur. Hvað er það svo góð í tónlist? Það var einu sinni maður sem heit Gylfi Þ. Gíslason og hann var mjög góður stjórnmálamaður og hann var menntamálaráðherra og hann setti í gang tónlistarskólakerfi sem er bara mjög gott og mjög sterkt. En hefur veikst þannig, ég var með fólk úr þeim og þau sáu að þetta er ekki alveg það sama. Nei, en við erum auðvitað náttúrulega bara alltaf að reyna að snúa vörn í sókn með það. Sérstaklega söngnámið á undir högg að sækja og ég er aðstoðarskólastjóri í Söngskóla Sigurðar Demets, svona í hjáverkum, mjög lítilli prósentur reyndar, ég vinna aðalega sem söngvari en ég er að vinna þarna líka og við erum núna rosa bjartsýn á það að við fáum í gegn að efla söngnámið aftur. Með því að í raun og veru ríkið taki yfir allt söngnám frá 16 ára aldri, vonandi næsta í gegn. Það sem hefur verið að drepa þetta er þetta samkomulag hvernig þessu hefur verið skipt, hver borgar, ríki og sveitafélög og þetta hefur verið þannig að það er bara, hvað heitir þetta, jöfnunarsjóðurinn hefur verið að greiða út bara einhverja x upphæð, svo hún alltaf bara eins. En svo koma launahækkanir og þú veist, ég hef ekki tölu á hversu oft ég hef fengið uppsagnarbréf í hendurnar á vorin af því þið viti ekki hvort að þú veist þetta áður fyrr, áður en ég var stjórnandi. Það var í mörg ár í röð sem ég fekk alltaf bara uppsagnarbréf á vorin af því að þau vissi ekki hvort þið gætu haldið áfram með skólan. En varst að segja, Smári, hefur aukist
þáttaka í tónlistanámi almennt? Nei, það verður minnka sko. Það er alltaf verið að þrengja tónlistaskólanum. Bara að menningu. Draumur Gylfa var að þetta væri opið fyrir alla og svona og þetta svolítið að þrengjast. Það er leitt. Það er mjög leitt. Já, við stöndum sérstaklega illa í Reykjavík. Þetta er mun betra í hinu sveitafélögunum af því að það eru það sveitafélögin sem reka skólana. En hér eru þetta allt saman rekið, þetta eru bara litlar einingar. En við bara lögum þetta, það er ekki ágjur. Ég skal sjá þetta. Mikilvægt að setja þetta í hendur. Já, en við þurfum líka aðeins að útvíkka þannig að þetta sé ekki svona dýrt. Þetta má ekki vera svona dýrt. Svo alltaf maður minnast á flóttamenn sem komu fyrir seinni heimsstyrjöldina, gyðingar sem að settist að sem bara stórkostleg bók sem var að koma út Já, en þetta er að lesa hana núna maður ekki koma hýttir Hún heitir Tónar útlægana Hann ætlar að koma inn í næstu viku og spjalla þetta Það er svona dæmi hvaða innspýting getur verið fyrir bara fáir menn geta haft mikil áhrif Já, ég meina við tökum sem dæmi mannin sem að skólinn okkar heitir eftir ég er söngskóli Sigurðar Demets og þetta er kennari minn, fyrsti kennari minn Sigurður Demets sem að hét áður Vincenzo Maria Demets en þurfti að breyta nafnu þetta þegar hann flytti til Íslands hann var náttúrulega það sem hann gerði fyrir Íslands sönglíf er ómetanlegt og hann kemur til Íslands að því hann er með berkla og síðan kynnist hann konu sinni og sér stað Allavega samkvæmt bókinni þá var þetta svona þegar þeir komu fyrir stríði þá var þetta ansi fátæklegt sko. Já, bara svakalega slæmt sko ástand. Og er ekki að segja að þeir þrír hafi heiðurinn aðeins öllu en allavega þú veist þá allavega settur mikið mark á tónlistarlífið sko. Já. Og eflaust fleiri sko. En Hallveig er ánægð með Lilju kvikmyndagerðarmenn er ekki ánægð með Lilju? Nei, það er sérst búið að vera stanslaust niðurskurður á kvikmyndasjóði núna í 4 ár og þetta er komið í 49% á 4 árum sem er samt í rauninni alveg galið þar sem að við sópum inn velunum fyrir þættin okkar og myndirnar okkar Já, algjörlega Við erum alveg gríðarlega góð í að framleiða sjónvarpsefni sko. Já, sem dæmi þá hafa Íslendingar verið með kvikmynd í keppni á Cannes sem sett í síðustu 10 árin alltaf einu ári svona ef það er eitthvað mælikvarði en það er búið að vera botlaus niðurskurður síðustu 4 árin og kvikmyndasjóður er svona viljum við meina sko svona hjartað í kvikmyndabransanum þetta er þú gerir ekki íslenska kvikmynd sko nema fá styrk þaðan sko og ef þessi sjóður er hálfur eða hálftómur þá komast menn ekkert áfram með þessi verkefni því að til þess að geta fjármagna kvikmynd og fá sækjum styrki til dæmis í Evrópu eða annars staðar þá þarf alltaf þennan heimamund frá Íslandi til að komast að stað Allir leikstjórar og leikara séu þá að fara mikið bara hérðan alltaf komið aftur að því þetta er alltaf kemur vest út fyrir unga fólki sem er að byrja því að sko, ef það er svona litli peningar í kvikmyndasjóði eða kannski líklega svona einhverja hákarlar eins og ég hirði það litla sem er í sjóðunum sko. Nú voru tekin af skólagjöldin það er eitt sem Áslaug gerði sem var rosa gott í LHÍ það voru óbúslega hágjöld skólagjöld eins og í leikarann og en hún tók það af þannig að Einmitt. Það kannski kemur það ekki vel út fyrir það sem er útskrifast. Nei, alls ekki. En hvernig er það með, þú veist, að því að nú eru náttúrulega þessar rosalegu niðurgreiðslur til erlendra aðeila. Endurgreiðslur, ég meina það endurgreiðslur. Já, það hefur verið svolítið stefna stjórnvalda að setja allt púður í það að okkar mati og það sem gerist þarna fyrir 2 árum að þá þessi endurgreiðsla til kvikmyndagerðar sem er þá endurgreiðsla á aðalega fyrir erlend verkefni sem koma til landsins og fjárfesta búa til bíó hér. Já. Hún er hækkuð þarna fyrir 2 árum og á sama tíma þá er ákveðið að skera niður í kvikmyndasjóði. Og það er svona okkar mati stefna stjórnvalda að bara að forgangsraða fjármagnið þarna í þágu þessara endurgreiðslu sem að gagnast þessum erlendu kvikmyndum
best. Styrkja iðnaðinn en draga úr listsköpun. Já, það er þessi hugsun að það sé svona arðbærar einhvern veginn og þetta er svo stærri verkefni og meiri velta og eitthvað svona þannig sko. Að meðan svona þessu íslensku verkefni sem eru alltaf minni í sniðum og svo framvegis að þeim blæðir. Þetta er leitt. Fiskurinn okkar líka arðbær. Herðu, en eigum við að tala Miðausturlönd? Já, heldur betur. Okay. Hvað er að gera þar? Haldið að verði svona stigmögnun? Þið voru að tala áðan svona svartsýni á þróun jarðar. Upplifið þið það? Já. Við stríði í Evrópu? Já, það er allan að sá ég að það eru ykkur löndani einmitt Miðausturlöndunum sem er að biðja fólki sér tilbaka úr Evrópu, þannig að það er kannski eitthvað sem þau vita sem við vitum ekki. En það er auðvitað bara galið að Ísrael komst upp með að sprengja 4 lönd í 1 viku. Svo þarna svarar Íran fyrir sig, eðlilega, var ekki alltaf að þeir hafa rétt á að verja sig. En það er kannski bara ef að það er oft sagt þegar það er ráðist á Ísrael að þeir hafi ekki bara rétt á að verja sig heldur betur skylda til þess. Já, skylda. En ég maður heyrði þetta aldrei sagt Íran sko. Nei, en svo þegar önnur lönd gera þá er það hryðjuverkamenn. En já, ég held að þetta lítur ekki vel út sko. Alls ekki. Það var bara hann í Líbanon á einhverju viku hefur staðan er slæm. Gríðarlega slæm. Þetta er stigmögnun sko núna og hratt. Og það er einhvern veginn, það er enginn að tala fyrir friði eða reyna að ná samningum eða... Ekki heldur í Evrópu? Nei, þannig að þetta er alltaf farið í eina áttina sko. Og það er einhvern veginn, maður óttast það að þetta svona, breyðist, þetta sé ekki að fara að skána sko. Nei, ég held að það var fyrradag sem að hann Blinken var mjög skýr með það að hann hefði, eða þau hefði Bandaríkin og Ísrael hefði engan áhuga að setja sig niður og í einhverjum diplomatískum viðræðum við til dæmis Hamas. Hvað eru við þá búin að vera að gera allan tíman? Það eru alls ekki búin að vera í því. Bara alls ekki og það var heldur aldrei. Nei. Bara strax nýta þannig að þá vill Hamas ræða þetta. Já sko, þjóðamorðið á Gaza hefur bara breytt lífsýn rosalega margra. Þú veist, þetta er bara búið að gjörbreyta öllu, hvernig maður horfir á heiminn, hvernig maður horfir á valdabandalögin, hvernig maður horfir á, og þú veist, og mér hefur þótt þetta að vera bara svona hálf súrrealist frá byrjun, að þetta sé bara að gerast í beinni útsendingu og maður hefur heyrt sko náttúrulega hryllilega sögur frá þeim sem hafa komið hingað sem flóttamenn, maður er með þetta í beinni útsendingu í símanum og meðan það er verið að sprengja upp börn og konu þá er verið að tala að þetta sé sjálfsvörn og þetta Netanyahu, Biden, Bandaríkin, sko, þetta er bara, ég veit ekki hvar við erum stödd. Og maður fyllist þess fullkomlu vonleysi. Svo er Evrópusambandið bak við þetta, vestrænir fjölmiðlar eru bara gjörsamlega lamaðir. Það er enginn sem talaði þetta í marga mánuði. Svo finnst mann einhvern veginn, þessi árás 7. október í fyrra svona lítur svolítið svona convenient, einhvern veginn út. Ansi convenient. Fyrir Ísrael, sko. Já. Þeir vissu þetta alveg. Þetta er svona, mér finnst þetta bara svipað eins og árásin 11. september sko. Þetta var mjög konvínient fyrir bandaríkjamenn að geta einhvern veginn, ráðast inn í Írak sko. Hvað er að gera? Þegar við bara á hraðleið inn í eitthvað svona andstækilegri heim? Hann er orðinn, eða þú veist, hann er hræðilegur. Það var sumuleyti afhjúpar þetta bara hvernig það var. Já. Ég vil reyndar halda að þetta sé svona stormurinn undir að logninu. Akkurat upp. Það geti ekki farið lengra. Stundum heyrðum að palestínumenn segja það að nú er stutt í sigurinn. Já. Af því að þau eru búin að berja okkur svo langt niður að þetta getur ekki farið annað og maður skilur þetta náttúrulega ekki. Ég held að þetta hafi verið byrjunin á endanum. Ég upplifði þess að kalla, þú veist, Putin, Netanyahu, bara svona svo geitunga í ágúst, sko. Þeir eru bara að reyna að skilja eftir sig ykkur, sko, fótsporaðarinn að drepast. Vonandi komu einhverjar velmeinandi konur hann inn í staðinn. Ég menna í alvörinni, við verðum að fara að fá eitthvað jengamóti í janginu. En þeir eru bara... Harry sé að fara að breyta ykkur? Greinilega ekki. Le Pen eða Meloni eða... Nei, ég sé engar. Þetta eru ykkur svona alveg gjörsamlega helsjúk valdabandalög
hvíta fólksins sem að valta yfir heiminn bara eins og þeim sýnist. Bara algjörlega eins og þeim sýnist. Það er náttúrulega maður horfið bara á þetta er bara eins og eitthvað svona absúrdismi bara. Þetta er bara eins og, þú veist, maður sé stattu bara einhverju Dario Fó bara Twilight Zone þætti. Bara hryllingi að horfa upp á hann snar geðvika mann bara að fá að gera nákvæmlega svona sýnist á þess að séu nokkrar afleiðingar í okkur einn ráðherra í honum sem búin að segja af sér og þú veist, einhver málamynda einhverju málamynda mótmælendur þú veist, í Ísrael sko, sem þó eru þarna til staðar. Mér finnst eitt athyglisvert að segja þetta að hann fá að vaða uppi. Þegar ég horfi á fréttir RÚV þá kemur eitthvað Ísrael sem að gera, svo kemur alltaf Netanyahu eða eitthvað talsmaður Ísraelsstjórnar og réttlæti það sem er að gera. Já, alltaf. Ég næ þessu ekki alveg. Akkur eru þessi menn alltaf eitthvað, þetta ekki menn sem eru grunar þjóðamorð? Akkur eru þeir alltaf í sjónvarpinu mínu? Ekki eins og bara grunar, það er handtökuskipan út á og hann fer að ferðast. Nei, þetta er bara óskiljanlegt. Þú veist, ef þetta væri bíómynd þá var ég búin að slökkva á hana þegar hún var svo leðilega. Þetta var svo absúrt. Ég myndi vera svona, það er ekki hægt að vera með svona óraunverulega. Já, hann er ekki von í þessari mynd, sko. Nei, en þú veist líka bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, bara það sé enginn búin að geta stoppa neitt eða hafi ekki vilja til þess, eða sé drull, ég veit það ekki. Gjörsamlega galið. Ég var bara allt lamað í Ameríku út af þessum kosningum, þú veist, þú er enginn að gera neitt. Nei. Þú veist, því að það er bara mála þegar you're damned if you do and you're damned if you don't, sko, þú veist. Það mun ekkert gera, sko, ég meina Bandaríkjastjórn hefur aldrei farið gegn Ísrael geta ekki síðan 1980 eða eitthvað. Nei, Ísrael er Bandaríkjinn. Þetta er bara annað fylki frá þeim sem er bara staðsett þarna og þegar þú ferð, ég sá einhvern ungan laganum frá Bandaríkjunum fara inn með svona síma inn í þinghús Bandaríkjana og það var við hvernig einustu hurð hjá hverjum einasta þingmanni var ameríski fáninn öðrum megin og ísraelski fáninn hinum megin eða I support Israel. Það mun ekkert breytast þótt að Kamala verði kjörin eða Trump. Nei. Þeir með ekki segja neitt, sko. Hún hefur líka verið mjög skýr. Bandaríski stjórnmálamenn, það bara dauða dómur ef þú hallmálið þeim, sko, eins og fór fyrir Jeremy Corbyn líka. Já, elsku. Ef við að fara inn í helgina með þetta? Svart? Nei, vel, það er náttúrulega skemmtilegt. Ekki það, þetta er náttúrulega alltaf hjá manni, menn að maður er mjög sorgmötur eftir að heimurinn var svona, þetta fer ekkert. Þetta verður samt hafa opnað augu fólks fyrir raunveruleikanum, einhvern raunveruleika sem að við kannski einhver staðar vissum að væri til staðar en Ég hefði tekið undir þetta fyrir svona 4 mánuðum og þá leit svo út að Gaza ætti að verða eins og svona Víetnamstríðið afhjúpa eins og þú ert að lýsa hérna hvernig heimurinn er byggður upp og unga fólki rís upp og mótmæli í háskólum í Bandaríkjunum en ég sé ekki betur en að það sé bara takast að berja það niður og þú bara rekin á háskólunum og ef að þú ert hérna rektor þar sem að eru mótmæli þá þú bara rekin og ef að þú ert hérna háskólakennari og tekur eitthvað undir þá þú rekin og svo bara fólk bara hent út úr skóla með námslánin sín í miðju námi. Löggur í París er að lemja konur eins og mig fyrir að vera með kefjaklútin. Þú veist bara gefa þeim einn á kjaftin. En núna, það sem breytir samt frá 4 mánuðum og til núna er að nú er Íran, það er Líbanon, Kína. Ég sé að ég var að tala sko svona að fólk á Vesturlöndu var að rísa upp. Mér fannst vera meiri von í því fyrir svona 4 mánuðum. Ég vil alltaf hana... Því að til þess í Bandaríkjunum fyrir svona Víetnamstríðið, þá náttúrulega endaði með því að hérna Ronald Reagan til dæmis sendi þjóðvarliðið á hippana í San Francisco og landið það bara. Og að sumiliti þá fór hérna 68 byltingin í Bandaríkjunum endaði bara í sko ofbeldi, hún var bara lamin niður með ofbeldi. Og endanum gafst fólk bara upp. Og það er sama með Occupy Wall Street og flera og hérna ég sé ekki betur en að Bandaríkjamenn stjórn allir bara gera það sama, bara berja þetta niður. Já, og það er eins í Evrópu. Já. Við erum ekki bannuð mikið mótmæli skárri. í Þýskalandi, bannuð í hérna, verður að gera tilraun til að banna það í Bretlandi, bannað í Frakklandi. Og mér alveg örugglega ofbeldi gagnvart fólki sem er að mótmæla ástandinu í Palestínu hefur vaxið rosalega í Evrópu. Já, og hér líka bara. Já, hér. Ég vil meina að það sé byrjun á endanum svona. Ég verð að vera ósamlega. Já, ég verð bara að Ég verð að fá að vera ósamlega. Ég verðum allavega að enda því að segja að það er gott viður úti. Já. Það er gott viður. Það er komið það sem að næstu því var þetta að kalla þetta svona Indian Summer sem er kallað, það kemur svona smá sumar skott. Eitt jákvættina, sko.
Liverpool á toppnum í ensku deildinni. Ja, það kostur. Okay. Herðu, látum það verða lokaorðin í kvöld. Liverpool á toppnum í ensku deildinni. Anita, Grímur, Manda og Hallveig, kæra þakkir. Takk fyrir. Og hlustendur, þakka ég fyrir að staldra við og hlusta á okkur hérna að spjalla og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum á undanum frá efni sem ykkur líkar. Sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðvarpssveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það maður líka sækja það út að sendingar á spilarann, bæði á netinu, spilar.is og svo spilar líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminu, það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptaunum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðru þáttu samstöðunar. Samstöðun hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda sem hafa gert áskrifendur sem að leggja okkur til áskrift í hverju mánuði. Það kostar 2.500 krónur og með því tekst okkur að halda út í samstöðunni sem að mörgu finnst vera ómissandi hluti af íslensku samfélagi. Ef þú vilt slást í hópinn þá ættir að gerast áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðu.is, það er hneppur sem ástendur áskrift og þá að vera ljóst framhaldið. Þú getur borgað 2.500 krónur, mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið og það er alþýðfélagið sem árekur samstöðuna. Þetta er svona tilraunaverkefni hvort okkur tækist að búa til umræðuvettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda. En þetta er gott í bili, framöndan helgin. Hér á morgun klukkan 9 þá er helgispjall, þá kemur til mín hún Lilja Ingólfsdóttir, kvikmyndagerðarkona frá Noregi sem er nú íslensk að mörguleyti og á flóknarætur til Íslands. Og ég ætla að spjalla við hana svona hennar líf og hennar feril. Og svo heldur helgar dagskráin bara áfram. En ég segi gott í bili og góð helgi.